Hvað er í gangi? Hvað er í gangi hér? En ég sem sagt var gestur í hlaðvarpi sem heitir Hemmi frændi. Já, ok. Þú heitum það? Já. Þeir eru strákar þetta er Einar og Bjarni. Já. Þeir eru bara þeir búin einhvers þar. Og Búið bara einhvers þar? Já, ég held það. Veita þeir hver þeir búið? Einar er enda lítur út fyrir að vera heimilislaus. Ok. En ég vona hann heima einhvers þar. Fór til þeirra 2020. Ok. Og spjallaði þar við og myndist á að ég fái svona örgulega vikuleg símtöl. Já. Sem eru ætluð Arnór Daða. Ekki mér, heldur Arnór Daða Gunnarsinni. Já, ég skil. Ekki ennþá mér sann sko, heldur einhverjum Arnóri Daða Gunnarsinni sem er í Breiðablik. Já, ok. Þetta er búin að vera í gangi í mörg ár, 3, 4, örgulega 5 ár. Gæti ekki verið meiri, ok, sama nafnið, gæti ekki verið ólíkari persóna. Gaur, það er það sem við erum að fara að hlusta á. Þetta er íþróttamaður. Þessi gaur er algjör A-manneskja. Já, það er ekki það. Hann talaði, ég hlustaði á allt podcastið. Nei, ég er að fara undan mér. Ok. Arnór Daði myndi ekki gera þetta, hann myndi ekki fara undan sig, hann myndi bara halda sig við punktin. Nákvæmlega. En ég fór til Hvernig finnst þér að setja betri Arnór Daði en þú? Er það ég að fara að fletta upp einhverja Þórhalla? Nei. Það er ekki gaur. Þórhalla með eitthvað. Nei. Já, ok, þú gæti verið besti Þórhallur þegar ég pælið í fjanda kotni. Ég semst fór til að 2020 og myndist á að ég er alltaf að fá vikulega símtöl og mér finnst það bara gaman. Já. Ég til dæmis fekk símtöl á ammælistæði hennar frá ömmans. Já. Það sem að við spjölluðum saman alveg í 15 mínútur. Ok. Ég og hún eitthvað og hún svona rugglaðist eitthvað, þú veist, ég held að hann... Hvað er það bankareikningurinn þinn? Ég ætlaði að kynna þig smá ammælispenning. Já, guðri, vá. Og þú tókst pening frá þess að gömlu konu? Nei, ég hefði samt átt að gera það. Já. En ég er bara alltaf heimskur. En ég sem sagt myndist á þetta 2020 og svo fór ég aftur til þeir daginn. Ok. Og við tölum eitthvað smá meira þetta. Svo fekk ég skilabóð frá þeim. Það sem að þeir voru búin að hafa samband við hennan hinn Arnór. Já. Og buðu honum bara í podcasti. Ég fekk svona smá fyrst kvíðan út í maður, hvað er að gera? Og svo svona, nei, þetta er fyndið. Þetta er ógeðslega fyndið. Og mér hlakkaði til að heyra hvað hann segir, sko. Já. Þannig ég tók út bara snippu að þessu podcasti. Ok. Og já. Er hann að trastalka þig eða? Hann er ekki að því. Er það svona að eyðileggja líf hans? Hann hljómar svo mjög fýtgur. Okay. Hann er ekta Arnór Daði. Þannig að við hlustum bara hérna. Okay. Þetta er svo fyndið tilvik af hverju þú ert í þættinum út af því að sko maðurinn sem verið að hringi og leita að þér, hann er kannski ekki mest í íþróttum. Nei. Og hann er mjög langt frá því að vera í íþróttum. Hann er að fá símtöl æfingar og að dóttir foreldra komist ekki á æfingu. Já, ég er með smá bút þetta bara í símanum mínum, ef ekki bara hlusta á það sem Arnór hefur að segja og hann minnist á ömmuðina líka, sem er gaman af því þú gerði það fyrir bræði, en ef ekki bara spila ég er með nokkrar spurningar frá Arnóri. Já, ef það heyrist nógu vel. Já, ég blasta þetta og ég veist að falli þá fiffa þetta í post. Ég syns að hann bað mig að senda klippu og með einhverja spurningar fyrir hann Arnór Daði. Arnór að spyrja Arnór. Já, en Arnór Daði þarf allan að heyra í Arnór Daði. Já, ég skal reyna að fiffa þetta. Sett þetta á blastið hérna. Blessaður nafni. Það er gott að við séum loksins að kynnast og að sé ekki beinlýs á staðnum. Það er með ykkur í anda. Sælir Hemmi frændi. Ég hef með nokkra spurningar fyrir að nafna minn. Í fyrsta lagi þá mér langar mig til að fá að vita hvort hann hefur einhverja hugmynd að ég hef verið til. Að einhver gaur sem heiti sama nafni og þú og hafði vitið að skrá sig á já.is sé að fá mjög reglulega símtöl. Ég er ekki að þetta. Þetta er mjög, sérstaklega á sumrin á fæðistundum alveg 3-4 símtöl í viku. Alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað. Ég spjallaði við ömmuðina í svona 15 mínútur. Á afmælistæðin spjallaði við bara, hvernig hefur ammaðina, by the way. Hún reyndar hélt og væri í körfubolta sem var rosa spes af því allir aðri sögðu mér að væri fótboltamaður. Já. En ég var svona eitthvað að leiðrétta ömmuðin í síma. Nei, hann er í fótbolta. Nei, hann spilar körfubolta líka. Já, hún var ekkert að trúa mér, sko. Já, kannski, sko. Hvað er þú Arnór Daði minn?
hljómar eins og hörku kona. Svo langar mig líka að fá að vita hvort það var stofnað einhvern mann svona pílu eða frisbeegolf-deild innan Breiðabliks, að því að hringdi einu svona gaur og byrjaði bara að pitcha hugmynd. Man ekki alveg hvað íþrótt að væri minnir að var einhvern píla eða frólf. Og ég svaraði Síman, hann bara, blessaður, ég nú okkar að stofna nýja deildina Breiðabliks, blablabla. Okay. Hann ætlaði ekki að sleppa mér Síman. En ég hlustaði bara að pitcha í róleitum, var í pásu í vinnunni og ég var líka tími þetta. Spjallaði, ég hlustaði. Það gaman aðeins, síðast en ekki síst langar mig bara að fá að vita allra drullar og jápundur. Arnar, hvað það? Vissirðu af Arnóri? Já, hérna koma svörin frá honum Arnónda. Segðu sko, þetta er smá skrítið að því að það sem er að fara að koma og hversu mikið við tengjumst er grillað. Ok, er þetta bara eitthvað geðt weird? Já, þú veist, ég ætla ekki að svona... Ekki hæpa að dóma. Nei, ekki, en samt, þú veist, þetta er, bara gjör svo vel. Já. Ég man nú reyndar ekki hvað ég var gamall þegar ég vissi að ég ætti þarna Alamda sem var bara 1 ári eldri. Það hafði ekki verið bara 12 ára eða eitthvað. En svo fór ég að heyra svona í seinni tíð einmitt frá því að fólk náttúrulega sem hringdi fyrst í hann og náðu svo í mig, þá var að segja, ég var að tala um Alamda en þetta eitthvað. Þannig að jú, ég er búin að vita hann í nokkur ár og það sem ég kannski fyndi vita, hann náttúrulega er þetta frá Hauganesi rétt hjá Dalvík og ég man náttúrulega í þættunum þegar þið voru að tala við hann, þá rifið aðeins upp sko knattspyrnuferilinn minn. Ég spilaði semst með Dalvík 2015. Já. Þannig að ég var stattur ansi nálagt Alamda mínum og í rauninni spilaði ég og æfiði mest á velli sem er í rauninni við afleikjaran út á Hauganes. Þannig að við vorum óvinni nálagt allavega 1 sumar 2015. Þetta er sko, hann var í grunnskólanum mínum. Það var bara fótboltavöldi beint fyrir framann. Hann var að æfa þar á sama velli og ég vann við að slá. Varst þú þannig 2015? Ég var reyndar á Akureyri. En ég kíkti alveg heimsók til ömmu og svona. Já. Var hann hjá ömmu þinni? Hann nefnilega var það að tala við ömmu mína sem er ennþá grillar. Þau voru að deyta. Hvað er amma mín að segja mig? Arnór hætti í skóla aftur. Hann er auðvitað. Var hann ekki í körfubolta? Heyrðu. Þannig að það er skemmtileg tilviljun. Já. En hefur einhvern tímann einhver hringt í þig og beðið þig að koma á uppstand eða eitthvað svona? Sko, það sem ég verð að taka fram er að Bjarni og Einar, þeir eru frábærir, en ég líka með nokkra klippur af þeim það sem þeir hljóma. Svo fá þetta. En já, svona spurningar eru algengar í Heimafrænda. Nei, það hefur aldrei gerst og kannski ég mitt ástæðan fyrir því að náttúrulega ég er ekki hjá.is. Nei. Það mykir ekki, það er alveg rétt. Já, akkurat ekki nema og kannski. Þetta eru glástaðlega, hann spurði ekki þessa spurningu, þetta er ekki frá honum. Það væri þá ekki nema fólk myndi þá googla mig og þá kæmi upp, núna er reyndar símarómunum mitt komið semst inn á bara Breiðabliks síðuna. Heyrðu þetta? Inn á Breiðabliks síðunni. Já, við ætlum ekki að gefa neitt í skinn hérna, nei. Þetta er hérna þjálfari og íþróttustjóri þannig að algjörlega. Kannski núna þegar hann er að fara, hann er náttúrulega bara stækkandi með hverju mánuðinum í sinni heimsfræð með uppistandi, þannig að það getur vel verið að ég fara að fá símtöl núna í komandi tímum. Mér er þetta svolítið gott, ég veit ekki, er það að spyrja ömmuna núna? Já. Ok, við langar bara að vita sko, eftir röglega þetta símtal við Arnór uppistandara, sagði amma en einhvern tímann eitthvað við þig svona, heyrðu, já, takk fyrir spjallið eða eitthvað. Já, hún sagði mér einmitt líka, þá náðu í mig náttúrulega eftir á og þá sagði mér hún að vera að tala við Alanda minn sko. En hún fór nú kannski ekki alveg það djúpt í þetta og vildi kannski ekki viðurkenna, hún hefði ekki vita hvað íþrótti var að æfa eins og körfuboltan eða hvað eins og það er, en amma mín hún er algjör meistari en ekki alveg með hlutin alltaf alveg á hreinu sko. Nei. Ég get alveg svara þessi sjálfur með við allavega heima síðana, en það var stofnuð pílu eða frisbeegolfdeild innan Breiðabliks. Það er ekki búið en það er búið að tala um þessa píludeild alveg í þó nokkuð tíma sko, þannig að það getur vel verið að það veri gert á næstunni. Allar að drulla á já.is var spurningin, ég meina núna þau ert orðin íþróttastjóri Breiðabliku, það er ekki komið tími til að henda sér inn. Ég sé ekki alveg þörfin í því sko. Við hefði þótt eðlirar að vera þarna frá byrjun sko, heldur en að fara að byrja núna því að ég fæ eins og Arnór nafni minn hefur lent í alveg nóga símtölum, þannig að mér finnst alveg ég skipti borðið þitt að kvötta eins á það og verð ekki að bjóða upp á enn fleiri sko. Já, ég skilði. Þetta er alveg rosalega góða punktur með að þú veist hver er að skrá sig á já.is núna. Já, svolítið seint sko. Já, sérstaklega þú ert allspaðin í Breiðablik og eitthvað. Nákvæmlega. Þessi gæði já, hann er 1 ár yngri en ég og hann er bara einhver svona fórstjóri og svona
Hann með allt frá að til Ö. En þú veist, þú þarfst eiginlega að vera með númeri hans bara vistað, þegar hringt í þig. Ég ángríns að pæli því. Já, ég er ángríns að pæli að hafa vistað. Ég er ekki þessi farsæli Arnórsstaði. Ég er þessi sem er í podcasti með Þóralli. Líf mitt er alveg niðurleið. Líka, svo þor ég ekkert að því ég með datt í hug svona ef einhver svona allar að bóka um og gig eða eitthvað og ég að gefa vittlust númer. Það ætti að láta sumaliða bara hafa númerum mitt. Nákvæmlega. Hann getur hringt í hann svona, ertu laus hérna og síðan ekki hringt það. Sko þið þurfuð að hittast. Já, það væri kannski bara fínt að hafa hann sem gest hérna. Hvernig væri það? Aldrei að vita. En ég er með nefnilega, eins og ég sagði hann, ég hlusta á podcastið, það voru svona nokkra klippur sem að svona persónuleiki Bjarna og Einars skína í gegn. Hérna er Bjarni að tala hérna hvernig það er svona að bæta jaðarsport íþróttum í Breiðablik. Jaðaríþróttafólkið eða rafíþróttinar það að vera svona, fá rafíþróttinar að taka þá viljum við koma inn með eitthvað kringlukast eða skilju, eitthvað annað. Ja, kringlukast er náttúrulega bara undir frálsónum hjá. Ég var að reyna að finna bara eitt. Þú veist, ég var að reyna að finna svona einhverja ekki íþrótt. Já. En hérna, svo kemur Einar líka með, af því að ég held að Einar sé, þú veist, frá Njarðvík eða eitthvað, sko. Þannig að hann þekkir höfuðborgarsvæðið ekkert rosalega vel. Nei, rosalega langt frá, sko. Rosalega langt frá. Hann hefur aldrei komið, ég held að hann ferðist meira á bát. Já. En hérna er Einar að kasta spurningu til nafna. Ekki óheppilegt að vera með skotfimi Breiðholtið í Kópavogi, eða ekki? Nei.